Góðan sæll og blessaður kæri krabbi. Þá er komið að spilum fyrir þig og ég er með 4 stokka sem ég er að draga úr. Búin að gera þá klára, búin að stokka þá og það eru bara efstu spilin sem að ég tek fyrir þig. Byrja á 2 efstu og tek síðan neðri spilin á eftir. Ok, kæri krabbi, við skulum sjá hvað kemur til þín. Kæri krabbi, fyrsta spilið þitt er Guðinn Manjusri, ef ég ber það rétt fram. Hann kemur úr búddismanum og hjálpar fólki að skilja hlutina á réttan máta og er með sverðið sitt þarna til að skera burtu allar ímyndanir og allar mistúlkanir og hann er hérna að benda þér á að hlusta. Kannski er eitthvað akkúrat núna sem að þú ert ekki að heyra eða vilt ekki heyra. Legðu við hlustir og sjáðu hvað er verið að segja við þig. Kannski þarftu að lesa á milli línanna. Kannski þarftu að lækka niður í hávaðanum í kringu þig og hlusta betur á eigin rödd, eigin hugsanir eða hjartsláttiðinn. Þú getur spurt leiðbeinendurna þína, almættið, hjálpendurna þína, hvað það er sem þú þarft að heyra betur, hvað þú ert ekki að heyra. Því að það er einhver skilaboð þar fyrir þig. Kannski þarft að draga þig í hlé, taka þig pásu eða hlusta á eigin tilfinningar og viðurkenna þær. Líkaminn er líka sífellt að tala við okkur. Og þetta vil þarftu að hlusta betur á líkamann. Svo er það hérna að endurnýja líf þitt og losa þig við, eigum að segja bara drasl. Losa þig við hluti sem þú þarft ekkert á að halda, sem að fylla bara eitthvað tómarúm hjá þér, sem eru fyrir þér og sem dragur þér orku. Það er komin tími, kæri krabbi, að hleypa birtu og lífsþrótti inn í líf þitt og fylla þessi skúmaskot sem annars hafa bara verið full af einskis nýtu drasli. Ég veit að þið eru ábyggilega ekkert allir mjög glaðir með að heyra þetta, en þið skiljið hvað ég er að meina. Sumir taka svakalega jólahreingerningu í desember, ég er nú ekkert endilega að ýta undir það. Það er ekkert við jólin sem segir að það þurfi alltaf að vera spikk og span. Jólin eru hátíð kærleika, friðar og ljós, en ekki hreingerningar. En ég skil alveg hugsunina við það, eins og var sagt hérna í den, að taka á móti jólunum, að vera hreinn, að taka á móti jólunum, sem sagt nýbúin að þvo af sér. Jæja, ég ætla ekki að fara í neina pælingar varðandi það. Jú, eitt enn, í einhverju jólalagi segir takt á móti jólunum með drottin þér við hlið. Ætli sé ekki bara það sem skiptir mestu máli. Annars, ég skal ekki segja. Taktu til í lífiðinu. Kannski þarftu bara að taka til í skúmaskotum hugans. Þar leynast oft Þar leynist ofta ryk, skulum við segja.
endurnýja líf þitt. Kannski einhverjir ykkar kæru krabbar í ferli þar sem að lífið ykkar bara að taka stakkaskiptum. Það ekkert nema jákvætt. Seinni spilin ykkar 2 koma hér. Ok, krabbar mínir góðir, það fylgir því þegar maður að endurnýja lífið og taka til að hafa sjálfstraustið uppi við og finna ákveðið jafnvægi á því sem maður að gera. Ekki gera hlutina of erfiða og eitthvað þarftu að finna aftur af hlutunum sem þú þarft að nota. Þannig að hafðu það svolítið í huga í þessari hreingerningu. Hafðu sjálfstraust og trúðu því að þú getir það sem að þú ætlar þér. Hér ertu með styrk og skilaboðin það að þú ert tilbúinn og getur gengið í gegnum hvaða prófraun sem því að styrkur þinn bara það mikill. Þessi unga dama getur meira segja brosað á meðan hún að þræða hérna einhvers konar einstigi eða hvort hún að ganga á reipi. Minnir mig pínlítið á það að hafa jafnvægi á vinnu og heimili eða á sambandi og vinnu. Þannig að eitthvað jafnvægi þarf að vera hérna í þessu öllu saman. Og svo ertu hérna með spil sem heitir blekking. Fyrir ætlanir án þess að sleppa tökum geta verið bein leið til blekkinga. Það alveg fáránlegt að þýða þetta svona, en það verið að meina ef þú ætlar þér eitthvað, þú setur þér einhver markmið en þú ert ekki tilbúin að fara alla leið eða tilbúin að sleppa tökum á einhverju til þess að ná þessum markmiðum, þá ertu í raun og veru að blekkja sjálfa þig. Þannig skil ég þetta. Þannig að ef þú ætlar þér stóra hluti eða þó þessi ekki nema litli hlutir, þá þarftu að átta þig á því að ef til vill þarf eitthvað að láta undan eða ef til vill þarftu að sleppa tökum á einhverju, ef þú ætlar ekki bara að segja sjálfum þér einhverja vitleysu. Það þarf að vera smá skynsemi með í för hérna. Og markmiðin þurfa að vera raunhæf. Þetta sé ekki eitthvað þannig. Ég á pínlítið erfitt með að skilja þetta spil, en þá ætlum ég að segja við ykkur, eins og ég hef sagt hérna við alla, ég ráðleika ykkur að pása myndbandið, það að segja að setja myndbandið á pásu og skoða sjálfur svolítið spilin bara með ykkar eigin innsæi. Og það getur vel verið að þið skilji þetta spil á allt annan hátt eða geti þýtt þetta betur en ég. Bæði myndmálið og eins textan. Það alltaf gott að túlka hlutina svolítið með sínu eigin innsæi því að oft kemur eitthvað allt annað fram heldur en endilega það sem að lesturinn að segja ykkur. Ég hef bara takmarkaðan tíma og bara takmarkaðan skilning eins og allir. Þannig að endilega skoðið þetta betur með bara ykkur sjálfum. Það allavega mikla breytingar hérna í farvatninu ef þið eru að fara í mikla tiltekt. Hlustið á hvað það sem að þið þurfið að heyra. Varist í blekkingar og hafið þið sjálfstraustið uppi við.
Ok, kæru krabbar, þetta er svona sitt lítið að hverju. Við látum þetta duga í bili. Ég óska ykkur allsins besta með tiltektina og þetta allt saman. Ljós og kærleikur.